En við ætlum að byrja á íslensku þjóðarsálinu og spyrja hvað Íslendingu finnst sjálfa sig og samfélagið. Capacent hefur gert könnun meðal 1200 manns sem að gefur innsýn í persónuleg gildi Íslendinga og viðhorf þeirra til megin áherslna í íslensku samfélagi sem og hvað þeir vildu að væri lagt til grundvallar í því. Könnun byggð á aðferð þekks ráðgjafa sem heitir Richard Barrett og við heyrum í hér á eftir, en fyrst velkomin Bjarni Snæbjörn Jónsson frá Capacent. Þú þekkir þessa könnun alveg út og inn. Þetta eins og könnun sem þið gerðuð í Danmörku í vor, ekki satt? Og hvað það sem við getum svona dregið út áður en við heyrum í Richard hér á eftir? Það fyrst og fremst spurningin það hvernig fólk upplifir núverandi stöðu, núverandi ástand út frá svona gildismati og hvernig það vill gjarnan sjá þetta ástand, og það sem við erum kannski að skoða er þessi hugsanlegt misræmi á milli þess að tveggja hluta og jafnframt líka svona hversu mikið af þeim einkennum sem að fólki finnst að sé í samfélaginu séu svona neikvæð eða takmarkandi sem að hefur tilhneigingu til að eyða kröftum og orku í ýmiss konar hluti sem að þvælast fyrir. Þetta er náttúrulega dálítið skemmtilegu tími kannski til að gera þessa könnun svona þegar það þrengir að. En við skulum bara byrja á því að fá fyrstu gildin upp sem eru persónuleg gildi sem að við sjáum hérna. Við sjáum að það eru fólk með fjölskyldu, heiðarleika, ábyrgð og ábyrgðartilfinningu, vilja fá fjárhagslegan stöðuleika, svo eru í sjötta sæti traust, svo kemur vinátta, jákvætt viðhorf, kímnigáfa, skemmtun, aðlánarhæfni og virðing. Þetta nú sannilega eitthvað svona sem maður myndir gjarnan vilja sjá sjálfan sig í. Já, þetta er svona eins og, það er auðvitað erfitt að segja, er þetta eins og maður vildi að maður væri, er þetta eins og maður sé, en þetta er allavega svona þessi gildi sem flestir mertu við, eða flestir völdu sem svona... Fáðu það þessu upp aftur á skjáðan, þannig að við getum glöggvað okkur betur á þessu. Að þau eru, þurfum að bíða örlítið eftir að koma upp að nýta mista. Þetta er svona, í þessu er kannski örlítil óskikja, er það ekki? Jú, það er alltaf óskikja í því, sko, en með þessu ertu þó að lýsa því sem að þér finnst að séu þínar eigin áherslur. En ef við fáum þá næstu upp, þá er það sem eins og fólk metur núverandi ástand. Já. Þetta sjáum við þetta er það sem Íslendingu finnst íslenskt samfélag akkurat núna. Já, þetta eru svona þau orð sem þau eru valin orð til þess að lýsa tilteknu ástandi og það voru þau orð sem svona flestir völdu eru á þessum lista. Efnishyggja, skammsýni, menntunarmöguleikar, óvissa um framtíð, spilling, yfirstétt, efnislega þarfir, eyðing auðlinda, kynjamisrétti og skömm. Já, eða ásökun, gagnkvæmar ásakanir, svona bleim. Hvað segir þetta? Er þetta timburmennirnir eftir góðari spilleri sem við höfum tekið? Þetta segir það, sko, þetta segir auðvitað margt, en eitt af því sem að lesa má út úr þessu að samfélagið hefur náttúrulega gengið í gegnum mjög mikla breytingar og fólk upplifir þessar breytingar með mismunandi hætti. Það setur mismunandi merkimiða á svona það sem að blasir við í og þetta er svona það sem að flestir segja að þeim finnist blasa við sér. En hitt er annað sem mikilvægt að hafa í huga að þetta beinist ekki gegn einum eða neinum. Þetta er bara einhvers konar mat á ástandi og það má kannski segja að þjóðin sé að tala við sjálfan sig alveg eins og hvern annan. Vegna þess að þetta er jú afurð hugafars okkar sjálfra ef þetta er eins og það er. Við skulum fara örstutt í, áður en við heyrum í Richard Barrett hér eftir smá stund, og við skulum fara örstutt í þetta hvernig við vildum sjá samfélagið. Þetta er það sem við vildum leggja til grundvallar í íslensku samfélagi. Já. Ábyrgðartilfinning, fjölskylda, atvinnumöguleikar, fjárhagslegur stöðugleiki, bjartsýni, áreiðanleg almannaþjónusta, heiðarleiki, samfélagsleg ábyrgð, mannréttindi, dragur fátækt. Það sem ég rak fyrstu augunum var að heiðarleiki væri 7. sæti í íslensku samfélagi. Já, það er vísu auðvitað eru sko spurningum hvað merkja orð og hvernig merkingu leggur fólk í einstök orð, en auðvitað er ábyrgðartilfinning og heiðarleiki er að sumuleyti skylt. En þetta kom svona út með við það hvernig þessi orð röðust upp. Já, Richard Barrett, hann hefur greint þetta fyrir ykkur og skoðað þetta. Hann þróaði þessa aðferð til að sjá svona hvað fólki finnst sjálft sig eða hvort það eru þá samfélag eða fyrirtæki. Við hittum hann í dag og honum var nokkuð tíðrætt það hvað fjölskyldan væri rík í huga Íslendinga og kannski væri það frekar heldur en hjá öðrum þjóðum þar sem sambærilegar kannanir hafi verið gerðar. En hann líka lagði áherslu á þennan óróleika í íslensku samfélagi. Já,
Það má kannski bæta þess við að við gerðum annars konar könnun sem svipuðu með því og þar kom þetta fjölskyldugildi mjög sterkt fram og í samanburði aðrar þjóðir þá var þetta dálítið sérstakt. Akkurat. Við skulum heyra hvað Richard Barrett sagði að maður geti lesið út úr þessari könnun íslensku þjóðina. The first issue, I think, is an issue of leadership. People are wanting to see more accountability and more honesty. I think the second issue has to do with the economic situation. And I think you've been in a difficult economic situation for some time. And people are wanting to see more focus on, or should I say, less wasted resources and more employment opportunities for people at all levels of the community. And the third issue, I think, is social. And what we see in Iceland is something that we've seen in other Nordic countries as foreigners have come in and as the country's opened its gates, if you like, to take in people from other nations, this can create some tension. And so what we are seeing in Iceland is some ethnic discrimination, but interestingly also gender discrimination. A little bit on the leadership. Where should the strong leadership come from? What we're seeing here, both at the national level and also in business, is too much of a focus on self-interest on the part of leaders and not enough focus on how can I support the common good. This comes through particularly in the data that we've collected in Iceland on the business climate. Very strong focus on empire building, internal competition, values that suggest that people are looking out for themselves but not looking out for the organization. And I think this is a problem. And I think if Icelandic businessmen want to compete in the world more, they've got to focus on improving the business culture to bring more out of their employees. Employees are asking for more responsibility, more engagement, and they're not getting it because of this relatively weak, I would say, leadership. So leadership, I think, is an issue at the political level and at the business level. The results in Iceland are relatively similar to some of the Baltic countries. We worked in Latvia recently. Well, about 18 months ago, we did a similar assessment there for the government, and the results are very, very similar. Interestingly, what the Latvian government did with these results is they said, wow, this is really important because we now know what different age groups are looking for, what the different genders are looking for, and so they made the values assessment the core of a plan for the future. And so they've built a vision for 2030 in Latvia based on this values assessment and based on discussions that they've had with different parts of the communities in Latvia. And they are actually presenting this at the European Community headquarters next week. Any advice to the Icelandic nation? I think based on the results of this survey, I think the key issue, would be leadership. Strong leadership which tackles some of the outstanding issues. And as I said earlier, I think there are economic issues which have to deal with the economic climate, more job opportunities, etc., etc. Social issues, the discrimination issues. But I think above all, more accountability, more transparency, and more honesty on the part of leaders. Já, það er nefnilega það. Þetta sagði Richard Barrett í dag. Þetta virkar svona sem mjög sterk skilaboð bæði út í atvinnulífið og í pólitíkina. Hvað viljið að vera gert við þessa könnun? Já, það er kannski ekki, við viljum gjarnan eða það sem var kannski tilgangur með þess að vera að leggja inn þennan vinkil í umræðuna hvernig við viljum svona móta samfélagið og hvernig eða hvaða þættir það eru sem að þarf að leggja rækt við og við gerum í sjálfu sér ekkert sjálf við þessar niðurstöður, þetta er svona meira innlegg í það en ef til vill og vonandi þá vekur það þannig áhuga að þeir aðilar sem eru margir, það er ekkert bundið við einhvern einn tiltekinn, það eru margir aðilar í samfélaginu sem eru áhrifavaldar í þessu, hafi áhuga að skoða þessa hluti með þessum hætti.
það margt fleira heldur en kannski bara efnahagsleg velferð þjóðarinnar sem mjög mikilvæg. Það líka spurningin hvernig þessi menning eða þessi bragur og áherslur mótast með þjóðinni og hvernig samsvörun á milli, þannig að enda hefur það sýnt sig að góð samsvörun á milli svona persónulegra viðhorfa og þess sem fólk að upplifa í kringum sig, það skilar meiri árangri almennt heldur en ella. Einmitt. Takk fyrir komuna Bjarni Snæbjörn, og þeir sem vilja vita meira þetta, þeir geta mætt í salinn í Kópavogi í fyrramálið klukkan 9. Það er alltaf rétt bara eftir að fara vandlega yfir þessu könnun. Það má kannski bæta að við verðum síðan á föstudagsmorgunum með þessum að fyrst og fremst fyrir stjórnendur, hvernig þeir geta byggt upp í fyrirtækjum svona hluti. Akkurat. Takk fyrir þetta. Við ætlum hér framöndan að fara yfir þjóðmálin með Agnesi Bragadóttur og Sigurði G. Guðmundssyni. Við sjáumst eftir smástund.